Jæja, ég að leggja af stað hérna frá Torres del Rio áleiðis til Logroño. Þetta eru bara 20 km í dag, svo að dagurinn verður vonandi bara léttur. Það er spáir fínu veðri og ekki að rigna nema eitthvað örlítið hér milli 11 og 12. Þá verður við vonandi komið svona nálægt í að vera hálfnuð að minnstakosti. Þannig að ég ætla að labba áfram með Len í dag. Við erum að fara bæði til Logroño, við ætlum að vera þar og næstu leiðir verða sameiginlega, þannig að ég sé til hvort að við höldum áfram að ganga eitthvað saman, en þangað til seinna. Þetta er alveg dýrlegt. Jæja, ég kom til Logroño, kom að borða og svona. Það er mikið mannlíf hérna, fallegar byggingar, aðeins dregið fyrir sólu, það er líka bara allt í lagi, vorum dálítið vel heitt á leiðinni. En þetta er svona skemmtilegt, ég er að vísu dálítið lúin, þannig ég er ekki viss mér í lappin eftir mikið. En ég ætla nú eitthvað aðeins að skoða hérna í dag að minnstakosti, sjá hvort að ég rekst ekki á eitthvað skemmtilegt sem ég veist ekki því að þetta er bæði þessi borg og svo litlu bæði sem við gengum í gegnum voru afskaplega fallegir, en það var samt ekki mörg stopp á leiðinni hjá okkur Len, en gekk samt alveg ótrúlega vel. Svo þið sjáið, það var mikið að vera allstað fólk á ferli. 155.000 manna borg. Hér er bókstaflega alveg sama hvert litur er, það er bara allt fullt af fólki.
Jæja, gott fólk, þetta var nú bara góður dagur og við gengum saman við Len hérna alveg allan tíman og stoppuðum ekki fyrir en eftir 12 kilometra held ég hafi verið eitthvað slags í Viana sem ótrúlega fallegt 4000 manna byggðarlag. Hann kallaði það þorp, ég var ekki alveg sammála, enda ólíku saman að jafna, menn hann býr í Sydney og finnst Ísland lítið, 400.000 og allt það. En það hefði alveg verið gaman að geta svo sem skoða sig dálítið þar en við höfum ekki tök á því í dag allavega. Og næsta stopp hjá okkur var bara í svona almenningsreit þar sem að voru bekkir og svona, við gátum sest niður og hérna fengi okkur vatnssopa og svoleiðis, en það var svo mikið annað á leiðinni. Þannig að hérna, það var ekki fyrir við komum til Logroño sem að hérna, við gátum stoppað og við vorum að fara að sykka nætt staðinn, þannig að hérna, við vorum smástund að finna út úr því eða alla hann, hvar hann ætti að vera. En Logroño er ótrúlega skemmtileg borg, 155.000 íbúar, segir Brielle í bókin og mér finnst hérna, já, og þið sjáu það kannski myndböndunum á eftir sko, mannlífið alveg bara brjálæðislega mikið og eitthvað og ég fór svo sem ekkert, já ég fór samt sem áður í gamla bæinn og líka í kirkju þó að Helgi minn viljum ekki endilega fá mikið meira að vita kirkjur. En gönguleiðin sjálf í dag, hún fannst mér mjög skemmtileg. Hún var rosa mikið upp og niður. Alls ekki auðveld af því að kortið svona sýnir nú ekki alltaf alvöru lífsins en þrátt fyrir það að hún væri svona mikið brött upp og niður og þá var þetta bara, það var svo fallegt, fengur svo gott veður og ég hefði ekkert viljað vera seinna á ferðinni af því að eins og gefur að skilja sko það leyti svona Spánverjar að taka siesta, það vegna þess að þá þetta hitinn að verða meiri. En allavega, svo fór ég bara að fekk mér pizzu og bjór og vatna því að ég fekk svona hryllilega spicy pizzu. En á morgun langur dagur, 29 kilometra tæpir og það spáir rigningu. Ég ætla ekki að segja ég sé glöð með það en það nú þannig að það spáir rigningu. En svo hitti ég líka, ég gleymdi að segja frá því, ég hitti áströlsk hjón, enn ein áströlsk, sem að fannst svo frábært að hitta hérna fyrrverandi þingmann og ráðherra og eitthvað, fannst þau vera bara með frægum sko og ég hló nú mikið að því, en hvaðan það, þau létu taka mynda sér og allt það sko, en þetta svona skemmtilegt að hérna fyrir utan súpermarkaðin og þá hittir maður fólk sem að hérna, ég sé þau á Camino og það það skemmtilega við þetta, að þú ert einhvern veginn búin að sjá andlit og þú hérna einhvern veginn gefur það á tal við fólk og það það sem að held ég að mér finnst gefa þessu dálítið gildi. En þangað til á morgun segjum við þetta gott í bili.